Í nóvember síðastliðnum var ég stödd á Lofoten í Noregi, ekki til að fá síld, heldur til að sækja bókmenntahátíð. Það var skemmtilegt að koma svona norðarlega. Degi tók að halla strax upp úr hádegi og klukkan 3 á daginn var komið niðamyrkur. Vitaskuld urðum við skáldin veir fast, eins og norðmenn segja, því mikið illviðri skall á. Það hafði þó í för með sér að við fengum tækifæri til að kynnast enn betur en ella. Í hópnum var danskt tónskáld, ráðskemmtileg kona, sem leikið hefði frumsamda tónlist við upplestur löndu sinnar. Tónskáldi var nýorðinn fertug og hafði af því tilefni ferðast til Ísrael. Því hafði ég náð strax á fyrstu dögum hátíðarinnar. Konan sagði mér að lögin sem hún hafði spilað fyrir okkur væru satt best að segja ekki mjög einkennandi fyrir hana. Rætur hennar lægju í pugginu. Ég spurði hana hvort hún hefði komið til Íslands. Nei, það hafði hún ekki gert. Pabbi hennar hafði nefnilega einhverju sinni látið því orð falla að Íslendingar væru gyðingahatarar. Ég kom á fjöllum og fannst ég eitt andartak þurfa að bera blak af þjóðminni. Í flýti rifjaði götuvísa gyðingsins eftir Einar Heimisson upp fyrir mér. Jú, við höfðum vísað flóttamönnum af gyðingættum úr landi, rétt fyrir seinni heimsstyrjöld, en einhverju höfðu þó tekið sér bólfestu hér og auðvitað reykvíst menningarlíf með tónlistarflutningi og kennslu, nokkuð sem seint verður nú ásamlega þakkað. Konan sagði mér að líklega væri þetta þá bara misskilningur hjá pabba hennar. Íslendingar þyrftu ekkert að taka afstöðu til gyðinga þar sem hér væri einhver gyðingasamfélagi fyrir að fara. Mér fannst vera kominn tími til að skipta umræðuefni, til að tóka graf upp í huga mér hvað konan hefði sagt sjálfa sig og reynda að tengja við mig. Svoleiðis gera jú samir konversationalistar. Og hafði hún ekki sagst hafa verið pumpari? Hei, ég líka! Svo sagði mér frá því að hér í eina tíð hefði ég gengið gatt og órum skreitt með I hate school barmerki í jakkanum mínum, eins og mér fannst nú gaman í skólanum. Og það var ekki eins og í sætin í herberginu mín og hlustaði á Class eða Sex Pistols og bölvaði Margaret Thatcher. Mér fannst ólarnar og barmerkin alveg að jafnvel við Annie Lennox plakatið í herberginu mínu og var ekkert upptekinn af hugmyndum punksins. Einn daginn fannst mér samt eitthvað vanta. Ég hefði séð einhvern með eyrnalokka með písmerkinu og langaði eins, friðarmerkinu þarna. Síðdegi nokkuð tók ég því þristi niður á Laugaveg og stormaði inn í 1001 nótt, búð sem seldi allskyns punkdót, ólar og arapaklúta. Þeir sem hurfin í búðina gátu snúið aftur í gerði Arafats eða Johnny Rotten, allt eftir ástandi innra lífs. Sjálfri fannst mér ég samt alveg svo sama þegar ég gekk út úr búðinu og þegar ég steig þangað inn. Lokkarnir með písmerkinu reyndust uppburnir, en þar sem ég hafði einsett mér að kaupa eyrnalokka valdi ég þá sem þó fengust. Eyrnalokka með hakakrossi. Stigsmunur, ekki ennis. Ég sagði danska tónskáldinu þetta sem skemmtisögu, en hún brást ókvæða við. Bylurinn úti fyrir virtist skemmtilega geisa innra með henni. Gekkstu með þessi eyrnalokka? Spurði hún gáttuð. Ég, sagði ég. Og sagði enginn eitt við þig, foreldrar þínir eða kennarar? Næ, sagði ég. Ég varð að pakka saman í vörn. Veitti fram auðmýktin og baðst afsökunar á 13 ára stelpu sem fór í bæinn til að kaupa sér eyrnalokka með písmerkinu, en sneri heim með hakakrossa. Ekki var það til að uppklæðja nasismann, svo mikið get ég verið vissum. Líklega vildi ég bara ekki að góður strætómiði færi til spillis. Ég gekk eflaust minna með lokkana en vonur höfðu staðið til því þeir voru ekkur eðalmálmi. Það gróf undan þeim og því var þeim fljótlega lagt. Og áður en einhver fyrir að leggja út af þeirri staðreynd að grafið hafi undan nasistatáknunum skal bent á að það hefði ekki síður grafið undan písmerkjunum. Unglingsafglöpin mín rifjast stundum upp fyrir mér þegar ég verð vitni af misgáfulegri tjáningagleði ungs fólks á netinu og þakkaði þessi ósköp fyrir að hafa sloppið við internet sem barn. Nóg hafði maður nú að gera við að lesa utan á strætóskýli borgarinnar. Rithöfundurinn Astrid Lindgren var eitt sem spurði að því hver helsti boðskapurinn væri í bókunum hennar. Hún lét hugan reika höfundarverk sitt og hefur líklega staldrað við Mattildu og Betu, en síðast en ekki síst Emil í Kattholti þegar hún svaraði að við lærum þá list að sjá í gegnum fingur okkar með hvers kyns bjánaskap. Ég öllum þeim þakklátt sem sá í gegnum fingur sér við hakakrossgreita unglinginn hér árið. Það rættist alveg úr mér, held ég.
Og hvað dönsku tónlistarkonuna snertir, þá ég ánægð með að hafa ekki verið að segja henni neitt frekar frá hinu skiptinu sem daðrið við hakakrossa blússaði bylgivíninu. Einhverju sinni arkaði ég úr Sagamýrinni til vinkonu minnar í Fellsmúlanum, en hún nú virðulegur lögfræðingur í Danmörku. Þessi vinkona hafði fullyrt að hún geti klippt á mér hárið og fannst mér því tilvalið að biðja hann að raka svo sem eins og eitt hakakross fyrir ofan vinstra eyrað á mér. Henni fannst það nú ekki tiltökumál, en þegar ég var sest í skrifborðsstólinn inn í herberginu hennar komu vöflur á hana. Hún treysti sér ekki til að gera armana jafn beina og fína og henni fannst þeir eiga skilið. Við sættumst í á ósköp kristilegan kross sem ég skartaði stolt næstu vikurnar. Stigsmunur, ekki eðlis. Og vegna þess að það var að koma jól og hvað ég var ekki ljóð fyrir ykkur í lokin. Það var ekki oft á þessum pöngtíma, heldur bara daginn. Þegar ég var að þvælast slóðir saman og var litið út rúðuglugga þar sem við mér blasti sýn sem ég fannst eiga erindi í ljóð. Sigur. Grenitrén stingast eins og spjót upp í vassbláan himininn. Þögull þéttir skógurinn raðir sínar, samt sleppur hann í gegn, hvíti hreyfnin sem stefnir í átt að himinbláu vatninu. Gleðileg jól!